Ég set fund í heilbrigðisnefnd og við erum hér á dálítið sérstakri stund því að það fyrsti dag sem að Alþingi opnar fundi nefnda og þetta annar fundurinn í dag sem haldið á vegum nefnda og þannig að það má segja að það sé brotið blað í störfum þingsins að opna nefndarfundi fyrir fjölmiðla og fyrir almenning með þessum hætti sem að við erum hér í dag og það fer vel á því að við byrjum störfin hér í haust með því að fá fund til okkar heilbrigðisráðherra ásamt ráðuneytisfólki til þess að fara þá yfir þau mál sem að nefndin mun fjalla nú í vetur. Þessi fundur er haldinn samkvæmt nýjum reglum sem að forsætisnefnd hefur sett og samkvæmt þá tilmælum forseta Alþingis og ég held við hljótum að fagna þessu nýmæli sem að opnar ákveðnar leiðir gagnvart almenningi að kynnast þeim störfum í störfum þingsins sem að hafa þá hingað til verið mörgum hulin að vissu marki en eins og við vitum að þá er það starf sem fer fram í þingnefndunum er afskaplega mikilvægt. En við erum semst að hefja ákveðna tilraun hér og ég vona að okkur takist vel til og þetta sé þá einhver farvegur, ný leið sem að við erum þá að fara til þess að opna fundi gagnvart almenningi og til þess gerðir að auka þá upplýsingaflæði til almennings. Og það mér sérstakt ánægjuefni að heilbrigðisráðherra kemur hér á fund okkar og mun þá óska þá eftir því að heilbrigðisráðherra gangi á fund nefndarinnar ásamt ráðuneytisfólki. Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á fund heilbrigðisnefndar og mér langar til þess að reifa það efni sem við erum að fara hér yfir en dagskrá fundarins samkvæmt 3. málsgrein 18. greinar þingskapalaga sem segir að ráðherra skuli að jafnaði á fyrstu vikum þings koma á fund þingnefnda fjallað málaflokka þeirra samanber 1. málsgrein 23. greinar og gera grein fyrir þeim þingmálum sem þeir hyggjast leggja fram á löggjafarþinginu samanber 3. málsgrein 73. greinar. Og reglur fundarins eru með þeim hætti að ráðherra hefur fyrst 10 mínútur til þess að kynna þá þau mál sem að við munum vinna með í vetur og síðan fá þingmenn 2 mínútur til athugasemda og spurninga og þá fær ráðherra aftur 10 mínútur til svara og ráðuneytisstjóri hefur þá 3 mínútur eða annað ráðuneytisfólk. Og síðan í lokin að þá gert ráð fyrir að fulltrúi hvers stjórnmálaflokks og þingflokks geti lýst afstöðu til málsins eða til þeirra efna sem að við ræðum hér í dag og ráðherra geti þá í lokin tekið aftur til máls og svarað. Fundurinn stendur til síðasta lagi til 13:15 og ég vil biðja gesti fundarins að slökkva farsímum hafa þeir ekki þegar gert það og vinna með mér að því að halda þessu fundarformi sem ég hef nú kynnt. En nú langar mér til þess að bjóða heilbrigðisráðherra að gera svo vel að kynna þá fyrir nefndinni þeim mál sem að við munum koma til með að fjalla í vetur. Gera svo vel ráðherra og jafnframt að þá kynna þá gesti sem að með honum koma. Já. Samkvæmt þeim nýju fundarsköpum sem Alþingi hefur mótað að þá gert ráð fyrir því að ráðherrar komi og kynni sín mál en það líka gert ráð fyrir því að það séu nefndirnar sjálfar sem ákveði hvaða fundur séu opnir og ég vil að það komi hér fram að þetta fyrirkomulag var ekki ákveðin að nefndarinnar að við skildum halda þennan kynningarfund opinn svo þessi bara sagt. Takk fyrir. Því til að svara að opnir fundir voru til umfjöllunar í forsætisnefnd og rætt þar fyrirkomulag og það var jafnframt teknar
ákvarðanir þær reglur opna fundi sem þar fara fram og þannig að þessi fundur haldinn í samráði við forseta þingsins og að tilmælum hans. Gjörðu svo vel, heilbrigðisráðherra. Já, ég vildi nota tækifæri og þakka fyrir að vera með ykkur hér í dag og fara yfir málin. Ég held hins vegar að það sé rétt að ég upplýsi heilbrigðisnefnd svona af því að við vitum nú hver staðan í þjóðfélaginu og hvaða stað uppi og það er afskaplega gott til þess að vita, einmitt í þessar aðstæður, að þá eru þær grunneiningar, mikilvægastu grunneiningarna sem við höfum byggt upp að þær standa vel og sinna sínu hlutverki, en á mánudagskvöldið þá fól ég forstjóra Landspítalans að styrkja geðsviðið til þess að taka á móti þeim verkefnum sem að augljóslega kom upp og við vissum myndu koma upp við þessar aðstæður og sömuleiðis heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og allar stofnanir og ég vildi bara upplýsa ykkur það að okkar fólk hefur staðið sem mikilli prýði við að taka á þeim verkefnum sem að upp hafa komið. Og einnig vegna þess að ég nú með ykkur hér og ég veit að það vekur ekki mikla athygli en mikilvægt að nefndin fá að vita það hvað er að gerast, að þá var stór áfangi stiginn í morgun þar sem við skrifum undir viljayfirlýsingu, ég og borgarstjóri, sameiningu heimahjúkrunar og heimaþjónustu. Nú þeir sem eru með mér hérna í dag, það er Berglind Ásgeirsdóttir ráðuneytisstjóri, Vilborg Hauksdóttir sem sviðsstjóri á lögfræðisvið og staðgengill ráðuneytisstjóra og Hanna Katrín Friðriksson aðstoðarmaður ráðherra. Og þið eru með listan fyrir framan ykkur, þetta stór listi enda unnið að mörgum málum í heilbrigðisráðuneytinu og ég ætla nú að renna svona lítilega yfir það en síðan höfum við tækifæri til þess að ræða þetta betur hér í framhaldinu. Í fyrsta lagi vil ég nefna frumvarp til laga breytingar á lögum lýðheilsustöð, landlækni, geislavarna ríkisins, lyfjalög og fleiri lögum. Nú stendur yfir lokasprettur vinnu sem áttu sér stað undanfarna mánuði við að fara yfir verkaskiptingu stjórnsýslustofnana í heilbrigðiskerfisins með það að markmiði að efla gæði þjónustunnar og styrkja eftirlit með henni. Í frumvarpinu verða lagðar til breytingar á ýmsum sérlögum vegna fyrirsjáanlegar breytingar á hlutverkum þeirra stofnana sem ræðir í anda þessa markmiðs. Og því þekki þessa umræðu, það er oft verið umræðum það að það sé ekki nógu skýr verkaskipting þarna á milli og mætti hlutinni gera betur og með markvissari hætti og það er markmiðið með þessari vinnu sem núna er fyrirsjáanleg, í gangi. Í öðru lagi vil ég nefna frumvarp til laga sjúkraskrár. Hér að ræða frumvarp til laga sjúkraskrár sem lagt var fyrir Alþingi í vor en náði ekki að verða lögum. Ég vil nú leggja frumvarpið fram aftur en þó lítillega breytt og breytingarnar gerðar meðal annars vegna athugasemda sem bárust frá heilbrigðisnefnd Alþingis. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að kveðið verði með heildstæðum hætti á færslu, varðveislu og aðgang að sjúkraskrám og sjúkraskrárupplýsingum. Þá verði kveðið skýrar á lagaskyldu heilbrigðisstarfsmanna til að færa sjúkraskrár. Einnig verði veitt lagaheimild til samtengingar rafrænna sjúkraskrárkerfa og fyrir sameiginlegum sjúkraskrárkerfum þannig að unnt sé að miðla sjúkraskrárupplýsingum með rafrænum hætti milli þeirra aðila sem hafa sjúkling til meðferðar og þurfa með hröðum og öruggum hætti á sjúkraskrárupplýsingum að halda vegna hennar. Ég vil nefna sérstaklega skipulag og þróun rafrænna samskipta en nátengt því markmiði að efla gæði heilbrigðisþjónustunnar og styrkja eftirlit með henni. Í þriðja lagi nefni ég frumvarp til laga breytingar á lögum sjúkratryggingar. Í frumvarpinu er lagðar til breytingar greiðsluþátttöku sjúklinga fyrir heilbrigðisþjónustu. Í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um Einfaldara Íslands skipa ég nefnd sem Pétur Blöndal stýrir til að gera tillögur að breytingum á lögum og reglum greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustu. Markmið er að gera tillögur réttlátari, einfaldari og gagnsærri þátttöku einstaklinga í kostnaði vegna lyfja og annarra heilbrigðisþjónustu með það að leiðarljósi að verja einstaklinga gegn of háum kostnaði. Gert er ráð fyrir frumvarpi til laga sem breytir ákvæðum nýrra laga sjúkratryggingar í framhald af tillögum nefndarinnar. Og það má kannski vísa að hér hefur unnið mjög mikil vinna, mjög margir komið af og það var mjög góður fundur núna fyrir nokkrum dögum síðan. Þar sem að fari yfir vinnu nefndarinnar og gerði bæði formaður og varaformaður nefndarinnar þar sem er Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir grein fyrir því hvað hefur verið í gangi og það vil ég hvetja nefndarmenn til að kynna sig þetta sérstaklega því hér er mjög þarft mál að ræða. Nú síðan er frumvarp til laga breyting á lögum, síðan er frumvarp til laga heilbrigðisstéttir og það er í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um Einfaldara Íslands gerir heilbrigðisráðherra ráð fyrir að leggja fram frumvarp til heildarlaga heilbrigðisstarfsmenn. Löggiltar heilbrigðisstéttir eru nú 33 talsins og 14 þeirra gilda sérlög
18 stéttargildar sérstakar reglugerðir. Gildandi lag og reglugerðarákvæði löggildar heilbrigðisstéttur að ýmsu leyti handahófskennd og í talsvert ósamræmi í þeim. Og við erum að líta hér til nágrannalandana sem hafa sett þetta í heildarlög og gott að geta gengið að slíkri vinnu. Síðan frumvarp til laga breytingar á lögum tóbaksvarnir og frumvarpið var breyting á lögum tóbaksvarnir var lagt fram á Alþingi síðastliðið vor en náði ekki að verða að lögum og gert ráð fyrir og við leggjum núna fyrir á yfirstandandi þingi. Breytingarnar sem felast í frumvarpinu nauðsynlegar til að mæta skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum. Einnig verið að tala hluti eins og viðvörunarmerkingar í formi litmynda og annað slíkt. Síðan frumvarp til laga breyting á lögum lífsýnasöfn og þarna gert og við munum leggja þetta, ég geri ráð fyrir að leggja þetta frumvarp fram á yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur verið samið af nefnd sem heilbrigðisráðherra skipa og markmiðið með frumvarpinu að gera greinarmun á sýnum sem safnað vegna vísindarannsókna eingöngu og sýnum sem safnað vegna þjónustu við sjúklinga. Einnig var talin þörf á að endurskoða ákvæði sem samþykki lífsýnagjafa og afturköllun varðveislu lífsýna, aðgang að lífsýnasafni og notkun lífsýna. Og þetta mjög tæknilegt frumvarp eins og kannski kemur ljóst þegar maður les kynninguna á því. Síðan frumvarp til laga slysatryggingar og það kemur til vegna breytingu og verkaskiptingu ráðuneyta og nýrra laga sjúkratryggingar talið nauðsynlegt að setja ný heildarlög slysatryggingar. Ákvæði slysatryggingar almannatryggingar eru nú í lögum almannatryggingar og gert ráð fyrir að leggja fram frumvarp á yfirstandandi þingi. Þá frumvarp til laga lyfjatjónstryggingu og það gert ráð fyrir að leggja á yfirstandandi þingi sérstök lög lyfjatjónstryggingu en tryggingin myndi vernda þá einstaklingar sem taka þátt í lyfjarannsóknum. Síðan frumvarp til laga breytingar á lögum sjúklingatryggingu og það gert ráð fyrir ýmsu breytingum, til dæmis hækkun á bótaþaki. Síðan frumvarp til laga vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og þar hef ég í hyggju að skipa nefnd til að semja drög að frumvarpum til laga vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Engin heildarlög réttindi sjúklinga og reglugerðir sem sett með stöð í þeim lögum. Gert ráð fyrir að frumvarp til laga verði lagt fram á yfirstandandi þingi þegar nefndin hefur lokið störfum. Og síðan hér skýrsla heilbrigðisráðherra alþjóða heilbrigðisstofnunar HÚ og það þarf nú kannski ekki neina sérstakar skýringu á því. Já, þakka þér fyrir. Ég ætla þá að gefa nefndarmönnum tækifæri á að spyrja ráðherra fyrir Backman. Já, ég þakka fyrir þessa yfirferð og sumt af þessu var nú fyrir okkur nefndarmenn þekkt að myndi bíða hausins eins og sjúkraskrárnar sem ég tel að við verðum að gefa okkur mjög góðan tíma til að fara yfir og ég veit að hefur langan aðdraganda og til að fara yfir og vinna vel því þetta mjög viðkvæmt mál eins og mjög mörg mál sem að falla hér undir þennan málaflokk. En það sem kannski skiptir máli og kemur ekki fram hér í þessar yfirferð hvernig að eigi raun og veru bara að reka eða standa vörð þá heilbrigðisþjónustu sem að nú þegar rekin í landinu miðað við þær efnahagsaðstæður sem að nú steðja þjóðinni og standa vörð það rekstur sem að nú þegar við lýði og hvort að það séu ennþá sterkar hugmyndir og ákvarðanir innan þessar ríkisstjórnar að fara í frekari einkavæðingu og einkarekstur á heilbrigðisþjónustunni og þá með hliðsjón til þess sem að nú að gerast á markaðnum. Hvort að við teljum ekki hvort að ríkisstjórnin og heilbrigðisráðherra telji ekki að það eigi að endurskoða þá stefnu og hægja minnst og kosti á ferðinni. Hvað varðar fyrsta málið verkaskiptingu og stjórnsýslu, lýðheilsu sem að snýr að lýðheilsustöðinni og öðrum þáttum, að þá
hafa meðal annars komið fram hugmyndir það að það megi taka ýmsa þætti frá lýðheilsustöð og sinna því í einkarekstri. Og því vil ég bara spyrja og fá svör við það, það hluti af þessum áætlunum þegar verið að brjóta hér upp stjórnsýslu ákvæði sem að snúa þessari starfsemi? Þakka fyrir því, það gert ráð fyrir 2 mínútur frá innleggi frá hverjum, þannig að þú fær tækifæri að koma að seinna. Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Já, ég vil þakka heilbrigðisráðherra fyrir þessa yfirferð. Mig langar að spyrja hann sérstaklega það sem að hann sagði frá í upphafi, að hann hefði í morgun undirritað samning við borgarstjórinn í Reykjavík samhæfingu og samræmingu þjónustu við eldri borgara og þá væntanlega fatlaðra í sambandi við heimahjúkrun og félagsþjónustu, og mig langar einfaldlega að spyrja heilbrigðisráðherra hvort að það standi öðrum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu að skrifa undir sams konar samning og þá öðrum sveitarfélögum út land, hvort að slíkur samningur standi þeim til boða, því að ég held að þetta sé eitt mesta framfaraskref í aðhlynningu og í samræmingu á þessu sviði sem við höfum heyrt um. Þakka fyrir. Ragnheiður Árni Páll Árnason. Þakka fyrir. Fyrst bara varandi sjúkraskrárnar, þá verður það gott að fá það frumvarp og mikilvægt framfaramál, afskaplega mikilvægt til að auka skilvirkni í heilbrigðiskerfinu og eins til að draga úr kostnaði, að hafa gott samvirkt rafrænt sjúkraskrárkerfi. Varðandi frumvarpshugmyndirnar breytingu á lögum lýðheilsustöð, landlækni, geislavarnir og lyfjalög og fleiri, þá vildi ég aðeins spyrja hvernig hugsunin væri varðandi uppstillingu á endurskipulagningunni þar, og þá sérstaklega hvort menn hafa hugað að því í því samhengi að leita leiða til þess þá ef að menn ætla að steypa saman stofnunum að aðskilja sem kostur stjórnsýsluhlutverk og eftirlitshlutverk, því að landlæknir auðvitað mjög sérstök stofnun hvað það varðar að hafa víðtæka bæði eftirlitsskyldur og stjórnsýsluskyldur, og þetta svona undantekning frá almennri meginreglu í fyrirkomulagi opinberu eftirliti og kannski ekki til eftirbreytni að menn ætla að fara sameina stofnanir að fara útvíkka þessa stjórnsýsluhætti, og það væri þá eðlilegt ef menn að horfa á sammeiningu stofnana með einhverjum hætti að reyna sem kostur að skilja stjórnsýsluhlutverk annars vegar og eftirlitshlutverk hins vegar og koma því þá fyrir í ólíkum stofnunum eða með öruggum brandvegg innan sömu stofnunar ef að svo þarf nauðsynlega að vera. Þakka fyrir. Árni Páll. Valgerður Sverrisdóttir. Já, takk formaður. Ég vil fyrst gera örlitlega athugasemd við það sem kom fram hjá formanni áðan þegar hún sagði að við myndum fara hér yfir þau mál sem að nefndin myndi fjalla í vetur. Það getur nú ekki verið alveg tæmandi, það hugsanlegt að þingmenn flytji líka mál og þá vona ég að þau verði rædd líka í nefndinni. Þau mál frá ráðherra og ráðuneytinu. Já, en þá er það komið fram allavega. En í sambandi við málin almennt að þá þetta stóra mál rafræna sjúkraskrá væntanlegt aftur og ég lýsi mikill ánægð með það. Ég flutti einmitt eitt slíkt mál í fyrra í þingsályktunartillögu. En eitt að setja lögin og hafa lagaramman og svo annað hvenær verður farið í framkvæmdina og auðvitað vitum við þetta kostar þó nokkuð mikla peninga en líka fljótt að skila sér aftur í lækkun kostnaðar. Þannig að það væri forvitnilegt að heyra hvaða áform eru uppi það að koma þessu kerfi á og hvenær við ættum að vera í stakk búin til að koma því á eftir að lögin hafi verið sett. Því auðvitað er þetta líka tæknilegt atriði einhver leyti. En svo vildi ég kannski nefna aðeins í sambandi við þá vinnu sem hefur verið í gangi og Pétur Blöndal hefur leitt að þar held ég að sé ágætis mál á ferðinni og auðvitað eigum eftir að fá frekari kynningu á því en ég held að það sé eitt af þeim málum sem við þurfum að leggja áherslu á að koma áfram. Nú svo vil ég aðeins nefna kostnaðinn við rekstur stofnana sem auðvitað allt í þessari óðaverðbólgu þannig að það erfitt að gera áætlanir. Eitt af því sem að mér fannst koma fram í upplýsingum frá Landspítalanum í sumar og forsætisráðherra kom inn á það í stefnuræðu sinni, sennilega beiðni heilbrigðisráðherra að það væri búið að ná tökum á rekstri Landspítalans, eða mátti skilja þannig. En mér finnst mikilvægt að komi fram að ástæða þess að einhverju leyti er gengisbreytingin sem hefur átt sér stað og
og það mátt þá skilja það þannig að það eigi að taka tillit til þeirra gengisbreytinga sem verið hafa í rekstri Landspítalans og þá spurningin, hefur verið ákveðið að taka tillit til gengisbreytinga í rekstri heilbrigðisstofnana almennt? Er það eitthvað sem að liggur fyrir? Ég held að það sé mikilvægt fyrir stofnanir sem berjast í bökkum að fá að heyra það nú þegar. Takk fyrir velgerðar. Þá Ellert Schram. Já, ég þakka fyrir upplýsingarnar og mér sýnist að þessari upptalningu sem hér liggur fyrir að sjúkraskrárnar séu kannski stærsta málið, allavega dýrast og við eiginlega vorum upplýst það í fyrra þegar vorum að ganga frá breytingunum í varðandi sjúkratryggingar að forsendan væri raunverulega svo að taka upp rafrænar sjúkraskrár og bara að spyrja frekar, er þetta ekki rétt hjá mér að þetta sé eitt bara að stóðanum undir því að það sé hægt að koma á stað þessu nýja fyrirkomulagi með sjúkratryggingarnar og sjúkratryggingastofnun og hvað erum við að tala miklar háar upphæðir í því sambandi þó að það sé eins og Valgerður segir kannski erfitt að meta það í augnablikinu þá þetta samt erum við þarna að styrkja þessar grundstóðir eins og þú sagðir í þjóðfélaginu í þessum fellibil standa vörðum heilbrigðisþjónustuna og svo framvegis og að því leyti þá fagna ég líka þessum upplýsingum sem þú kemur hér með þessa undirskrift borgarstjóra og ráðherra varðandi heimahjúkrun kannski væri gaman að heyra í hverju það fólkið alls og hvert það flutt til sveitarfélaginu eða ríkið að taka það yfir þetta felur væntanlega í sér mikla hagræðingu, betur þjónustu og ég hef alltaf haldið fram að með því að taka upp heimahjúkrun í vaxandi mælu með skipulegum hætti þá væri í því líka miklar forvarnir gagnvart þeim hópi sem á þessari heimahjúkrun þarf að halda. Þakka fyrir Ellert og Guðjón Arnar. Já, ég vil byrja heilbrigðisráðherra því það sem hann hóf nú málsitt á því að hér hefði verið tekið til við að efla viðbrögð á geðheilsusviðinu hvort á það hefur verilega reynt undanfarna daga ef hann hefur upplýsingar það og síðan langar mig að nefna það atriði sem að snýr að öldrunarþjónustunni hvort það ég líta svo á að það sem að ráðherra kynnti hér í því sambandi varðandi Reykjavíkurborg sé liður í heildarstefnu stjórnvalda að væntanlega frekar auknum samvinnu við sveitarfélögin eða færslu verkefna til sveitarfélaga. Þakka fyrir Guðjón. Mér langaði síðan í lokin, það var ekki fleiri beðið orðið að spyrja nánar varðandi frumvarp til laga heilbrigðisstéttir sem hefur nú verið á dagskrá heilbrigðisráðuneytisins nokkuð lengi en er þá að koma hér fram. Ég langaði að þetta er náttúrulega flókið mál eins og kom fram hjá ráðherra að þetta eru 30 viðurkenndar eða löggiltar heilbrigðisstéttir og 14 sérlög og það hefur náttúrulega verið töluverður ágreiningur það hvernig átt að útfæra þessa sameiningu allra þessara laga. Í núgildandi lögum er náttúrulega gert ráð fyrir ákveðinni ábyrgð á þáttum innan heilbrigðisþjónustunnar og mér langaði aðeins að fá að heyra nánar svona efnislega breytingar sem að munu þá eiga sér stað varðandi þetta frumvarp, hvort að munu fela í sér einhverju frekari ábyrgðarskiptingu milli heilbrigðisstarfsmanna varðandi heilbrigðisþjónustu þáttin. En það eru mörg mál hérna sem að við munum fjalla í vetur frá ráðuneytinu og ég tek undir með hv. þingmanni Valgerði Sverrisdóttur að það koma hingað inn mál líka frá nefndarmönnum en þetta eru mjög mörg góð mál sem við munum fjalla En nú langar mig þá að gefa ráðherra orðið aftur og þá svara þeim spurningum sem fyrir hann hafa verið lagðar og jafnframt þá að ráðherra vísi þá til sína embættismanna ef að svo ber við. Já, takk fyrir þetta og ég þakka fyrir málefnalegar og góðar athugasemdir og spurningar. Fyrst svo ég reyni og fara bara yfir þetta eftir sem að þingmennir spurðu en þannig að sumir voru töluð sama hlutin eðlilega að þá fyrsta sjúkraskrárnar að þá tekið undir það er afskaplega mikilvægt að þið farið vel yfir það mál. Það er alveg rétt sem að hér hefur komið fram að þetta er mjög stórt mál og mikilvægt og
það alveg ljóst eins og kemur fram hjá hv. þingmanni Ellert B. Schram mjög mikilvægt að við höfum sem bestar upplýsingar þegar við erum að feta okkur í þessa braut sem við erum að gera í samræmi við það sem nágrannalöndin búin að vera og auðvitað það miklu betra og öruggara að það sé eins mikið rafrænt eins og mögulegt Sú tala sem við erum nefnd heildarkostnað varðandi innleiðingu þessa 1,5 milljarður og en hins vegar þarna vitum nú hvernig þessar áætlanir það taka breytingar og leið og við fórum í það að semja þetta frumvarp að þá setti ég sömuleiðis nefnd á laggirnar undir forystu Þorvaldar Ingvarssonar læknis sem að skoða sérstaklega innleiðinguna og framkvæmdina því það mjög auðvelt, við erum búin að setja fjármuni í rafræna stjórnsýslu á heilbrigðissviði fram til þessa og það má færa rök fyrir því að það kannski mátt gera það heildstæðara og það mikilvægt ef við setjum fjármuni í þetta að við séum nokkuð vissum það að það komi eins góðum notum eins og mögulegt En málið mjög mikilvægt og þetta eitthvað sem að við munum vinna með þessum hætti en síðan náttúrulega og þetta forgangsmál hjá okkur að koma á rafrænni stjórnsýslu á þessu sviði en það ræðist auðvitað af fjárveitingum. Nú síðan sömuleiðis sammála því að það skiptir máli í þessu árferði og svo sem alltaf að standa vörð þá þjónustu sem að við erum með á heilbrigðissviði og varðandi spurningar hv. þingmanns Þuríðar Backman einkareksturinn og sérstaklega í þessu stöðu hvað það varðar að þá eins og menn þekkja að þá á Íslandi nú þegar og hefur alltaf verið mikill einkarekstur á heilbrigðissviðinu og það sem betur fyrir verið góð sátt mann en það almennt góð reynsla af því og það ekki markmið í sjálfu sér að færa verkefni til einkaaðila, það markmiðið svo að við séum með góða heilbrigðisþjónustu eins og mögulegt með þá fjármuni sem við erum til staðar og þess vegna fór ríkisstjórnin í þessar breytingar sem voru ekki nýjar af nálinni, ekki nýjar hugmyndir og hefur verið fjallað það svo áratugum skiptir á Íslandi og ekkert leyndarmál að við erum að líta til vina okkar á Norðurlöndunum þegar við fórum að feta okkur í þá braut en því skal haldið til haga að menn munu fara varlega og hægt í þessa breytinga vegna þess að það mikilvægt í þessum málaflokki kannski sérstaklega að stíga varlega til jarðar þegar menn fara í breytingar. Síðan spurði hv. þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir og nokkrir fleiri varðandi þessa sameiningu eða þessa viljayfirlýsingu sem ég og borgarstjóri skrifuðu undir í morgun og þá skemmst frá því að segja að það verið að færa verkefni áramóti yfir til borgarinnar og varðandi spurningu hv. þingmanns varðandi það hvort þetta eigi við fleiri sveitarfélög og fleiri spurði út í það að þá það algjörlega regla það stefna mín að koma þessum verkefnum á einn stað og helst vil ég að það séu sveitarfélögin sem haldi utan það. Það mega vera einhver undantekningar hugsanlega á einhverjum stöðum en almenna reglan svo og það vilji minn að koma þessi yfir til sveitarfélaga en ástæðan fyrir því að við byrjum að Reykjavíkurborg svo að það lang erfiðasti þátturinn, það stærsti, erfiðasti og flóknasti og við erum búin að vinna þessi í heilt ár í góðri samvinnu við notendur og starfsmenn. Þetta mjög viðkvæmt og mikilvægt að þessi einskóp sáttum þetta eins og mögulegt en hér voru nefnt ávinninguna þessu og það svo sannarlega rétt að þetta fyrst og fremst fyrir notendan og segir sér sjálft að notendin sem eru langveikir að þurfa þjónustu að halda til lengri tíma að þeim þá að gilda einu hvort sem þetta ríkismegin eða sveitarfélagamegin það bara heitir heilbrigð skynsemi að hafa þetta alltaf á einum stað. Nú hv. þingmaður Árni Páll Árnason spurði sérstaklega varðandi lögin landlækni og lýðheilsustofnun og mætti sérstaklega landlækni varðandi að skipta upp stjórnsýsluhlutverkinu og eftirlitsstofnuninni. Þetta mjög góð ábending og þetta eitt af því sem að menn að skoða og ég held að flestir sem komi að þessum málum núna komist að þeirri niðurstöðu að það sé skynsamlegt að skoða þetta í heild sinni þannig að við getum nýtt þetta eins vel eins og mögulegt Það fer ekki fram hjá neinum mikilvægi þess að hafa gott eftirlit í heilbrigðisþjónustunni og þarna erum við inn í allt sem þarna undir heilbrigðisþjónusta hvort sem að það eru lyfjamál eða þau sem snúa að eftirliti landlæknis og í rauninni líka forvarnarhlutin sem að stærstu hluta hjá lýðheilsustofnun og þess vegna erum við að líta þetta í þessu heildarsamhengi og þetta mál sem við þurfum að fara vel yfir og mikilvægt og æskilegt að góð sátt sé Nú hv. þingmaður Valgerður Sverrisdóttir spurði endurgreiðslukerfi ég var ánægður að heyra það að hv. þingmaður ég held að það sé nú almennt að hafi góðan skilning á því að hér sé kominn tími til þess að skoða þetta í
í heild sinni. Markmiðið þetta að koma í veg fyrir það að þeir sem þurfa mikið á þjónustunni halda sitja uppi með háar fjárhagslegar byrðir. Það markmiðið. Og þess vegna erum við að fara í þessa vinnu og það markmiðið sjálfu sér að þetta sé líka það einfalt að fólk skilji þetta og sé samt sem áður og við erum að horfa til margra landa þegar við erum að skoða þetta, sérstaklega Norðurlandana, en því fyrir víðsfjarri þetta sé einfalt. Og þess vegna hafa menn tekið góðan tími í þetta, þess vegna hafa menn kallað marga aðilað og það eru sérstaklega þeir aðilar sem þurfa á þjónustunni að halda sem að eru koma að þessu borði og það eru fulltrúar í nefndinni frá öllum stjórnmálaflokkum í þessari nefnd undir forystu Péturs Blöndals og ég held að við séum sammála, ég vissum að við erum sammála markmiðin og þá það bara að koma okkur saman leiðirnar þannig að við séum gerum þetta kerfi skilvirkt og gott og réttlátt. Nú varðandi reksturinn á stofnunum að þá kannski örlítil misskilningu varðandi það að það sé snúi að Landspítalann varðandi þann mikla rekstrarárangur sem við náðust núna hafi til með að gera varðandi einhvers svona breytta útfærslu varðandi gengið. Það sem gerist hins vegar það þegar við berum þetta saman að milli ára og þær kennitölur sem við notum að þá einangrum við gengið. Núna í ár Landspítalann, það svo stofnun sem að finnur mest fyrir gengisbreytingum, að tapa mjög mikið á gengisþróuninni. Árunum þar og undan hagnaðist Landspítalinn á gengisþróuninni en þegar við erum að bera saman þessar rekstrartölu og rekstrarniðurstöður að þá einangrum við þetta frá sem mjög mikilvægt þegar við erum að reyna að átta okkur á því hvernig gengur varðandi rekstur viðkomandi stofnana og til þess að átta okkur á því hvaða árangri við erum að ná. Og það ánægjulegt að við erum ekki aðeins ná árangri í Landspítalanum heldur líka hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. En hins vegar mjög mikið af verkefnum. Við erum að skoða sérstaklega núna heilbrigðisstofnun á Austurlandi, heilbrigðisstofnun Suðurnesja og við komumst ekki hjá því að skoða rekstur allra heilbrigðisstofnana á landinu og skoða hvort að þau módel sem að leiði til grundvallar að hvort að það sé þörf á endurbótum á þeim. Og þetta eitthvað sem að við erum að reyna að vinna jafn hratt en samt sem að vel og mögulegt og þetta mun koma til kasta nefndarinnar og líka fjárlaganefndar þegar þar að kemur. Og því að þetta auðvitað grunninn að því get ekki veitt góða þjónustu að það að við séum að það rekstrarstofnanir sem að sinna þjónustunni að það gangi vel í reksturinn hjá þeim. Nú ég svona að meta það, hv. þingmaður Guðjón Arnar spurði hér hvort það reynt á þessa þjónustu sem ég myndist á hér í upphafi. Já, það hefur reynt mjög mikið á hana og þetta algjört forgangsmál. Forstjóri í Spítalans og forstöðumaður annarra stofnana með þetta í algjörum forgangi. Það búið að fara í allar þær aðgerðir sem þarf til þess að sinna þeirri eftirspurn sem upp hefur komið í tengslum þær aðstæður sem hér eru og þetta hefur gengið upp en það hefur verið mikið álag og á heilbrigðisstarfsmönnum en þeir hafa skipulagt þetta vel og þetta hefur gengið vel fram til þess og ég vona því að það gerir það áfram. Nú formaður nefndarinnar hv. þingmaður Ásta Möller ræddi lögin heilbrigðisstéttir og þá stefnt að ræða núna efnisatriði þess máls. Formaðurinn benti réttilega á það, þetta mjög stórt mál. Það hefur oft verið rætt að fara í þetta og menn hafa eftir því sem best veit svona allavega hafi einhverja vinnu að því. En þetta mál sem að hefur það markmið að einfalda þetta og einfalda það lagaumhverfi sem til staðar núna og hafa þetta í einum heildarlögum. En það ofsnemmt að fara í einstök efnisatriði en þetta mun auðvitað vera eitt af því fjölmörgu sem að liggur fyrir vonandi þessari nefnd að fara nákvæmlega yfir í vetur. Fyrir ráðherra fulltrúar ráðuneytisins sem vilja koma inn í ráðuneytisstjóri. Það væri kannski varðandi frumvarpið sjúkraskrár. Það var spurt hvað tæki langan tíma að innleiða þetta. Í kostnaðarumsögninni með frumvarpinu eins og það var lagt fram í vor, þá var miðað við það að innleiðing þessa kerfis fram til 2011 gæti kostað 1460 milljónir króna. Og það var nefnt að þetta alveg lykilatriði fyrir starfsemi nýju sjúkratryggingastofnunarinnar sem hins vegar tekur í áföngum við verkefnum. Hún tekur við samningum við heilbrigðisstéttir, síðan við samningum sem að ráðuneytið hefur haft
og svo er það með heilbrigðisstofnanir og þetta tekur nokkur ár og það er mikilvægt að hafa það í huga að það ræðist af fjárveitingunum til uppbyggingar á sjúkrafjárkerfinu hversu fljótt það getur verið komið í gagni. Nú, ég ætla þá að gefa þingmönnum tækifæri til þess að bæta við spurningum eða koma með athugasemdir. Gjör svo vel Þuríður Backman. Það vaknaði þetta margar spurningar við þessa yfirferð og eins það að það var nefnt í upphafi og hefur komið fram í fréttum að núna strax í vikunni var efld geðheilbrigðisþjónusta inn á Landspítalans og hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvað með viðlíka ráðstafanir út land? Því að það er ekkert allir möguleika á að koma hingað suður og geðheilbrigðisþjónusta er ekki allstaðar til staðar þar sem hún er unnin af sérfræðingum á þessu sviði, heldur er annað heilbrigðisstarfsfólk og þá heimilislæknar sem hafa sinnt því út land. Hvað með uppbyggingu heilsugæslunnar? Þá er ég að tala hér höfuðborgarsvæðið, sem sé efling hennar og hefur verið tekin svo ákvörðun að hér á höfuðborgarsvæðinu að semja eingöngu við einkarekstur á nýjum stöðum. Hvað með eflingu heilsugæslunnar út land og þá er ég að tala ekki fleiri stöðvar heldur sem sé fleira starfsfólk og fleiri starfsstéttir að koma þar inn og eins vil ég spyrja varðandi nýjar byggingar og rekstur heilbrigðisstofnana. Er það orðið skilyrt hvað varðar byggingu og rekstrarform nýra bygginga? Er hugmyndin svo að þetta fari að byggingar, rekstur fari meira og minna út í fjármögnun og aukarekstur og á þessum byggingum eins og hefur verið að gerast bæði hjá ríki og sveitarfélögum og ég get lýst því hér og eftir þá hvaða afstöðu til þess að ég vil spyrja stefnunni þessum málum. Valgerður Sverrisdóttir. Já, takk fyrir. Ég nú fyrst svona koma með sem ábendingu að við þurfum ekki held ég að vera alveg svona formleg því við erum á nefndafundi. Þetta háttvirtur svona meira kannski til þess að nota inn í salnum. Ég tala nú hérna sem reynsluríkur þingmaður. En við dettum inn í þetta. Dettum inn í þetta, við förum að vera svona formleg. Já. En aðeins í sambandi við svör hæstvirtur ráðherra að þá skilja hann þannig að það hafi ekki verið tekin inn ákvörðun í fjármálaráðuneytinu að bæta stofnurum upp gengistaf. Og það er þá eitt mál út af fyrir sig sem hlýtur að koma til kasta þingsins. En út af sjúkraskráni, rafrænu sjúkraskráni, að þá, já það er skiljanlegt að það ráðist af framlögun á fjárlögum, hversu vel þetta getur gengið, en það sem ég var að fiska eftir var kannski það hvort það væri búið að taka pólitíska ákvörðun að leggja áherslu á þetta mál. Og vegna þess meðal annars að þetta tengist, eins og hér kom fram, sjúkratryggingastofnun og þeim lögum sem að samþykkt voru núna fyrir skömmu og þess vegna hlýtur að vera algjört forgangsatriði að þetta geti gerst á skömmum tíma. Og talandi sjúkratryggingastofnun að þá kannski freistandi að spyrja það hvort að ráðuneytið hefur skoðað það frekar, hvort að það er þannig hvort það verður þannig að allar stofnanir verða kostnaðargreindar, hvort þetta DRG-kerfi getur átt við allstaðar á öllum stofnunum hversu smáar sem þær eru, því að við erum náttúrulega með margar litlar stofnanir, og hvort að þetta kaupanda-seljanda-kerfi á við og getur átt við þar sem að stofnanir eru mjög litlar. Er það ennþá stefna ráðuneytisins að útfæra þetta kerfi alveg út í allt og út í allar stofnanir? Svo er kannski forvitinlegt að spyrja, þó ég sé nú ekki þingmaður Reykjavíkur, hvað er að frétta af nefnd Guðjóns Magnússonar heilsugæsluna hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit til þess að það kom frumskýrsla í vor sem að þótti mjög róttæk, er vinna í gangi ennþá, hvað er að frétta af því máli og megum við eiga von á frumvarpi eða þarf það að koma til kasta þingsins ef á að gera þar róttækar breytingar, ekki meiri fyrirtæki. Takk fyrir. Mér langar að bæta hér inn í við nefndin er augljóslega dálítið upptekin af því að hafa farið í gegnum sjúkratryggingar frumvarpið sem varð að lögum núna á haustþingi
og mér langaði að biðja ráðherra að gera grein fyrir því hver er staða, hvað verkefni eru komin, hver er staða Sjúkratryggingastofnunar að því leyti, að hvað miklu leyti starfsemin hefur hafist og hver eru svona fyrstu verkefni stofnunarinnar og hvernig svona munum við sjá þetta þróast núna bara á næstu vikum. Nú síðan er það Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Já, formaður, mig langar að spyrja áfram í tengslum við það verk þá viljayfirlýsingu sem að ráðherra og borgarstjóri undirrituðu hér í morgun og það tengist á einfaldlega verkefnaflutningi til sveitarfélaga og hvort að það er hugmynd og hvort að það er væntanlega í skýrslu Guðjóns Magnússonar að gera gagngera breytingar á heilsugæslunni til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og hverfa frá þeirri miðstýringu sem nú er, því ef það á að samræma heimahjúkrun og félagsþjónustuna eins og verið er að ræða þá þarf þá að vera hendi þeirra sem sinna nærþjónustunu heima í héraði og þá þýðir ekki að miðstýra apparatun einhver staðar frá stóru skrifstofu, hvorki Reykjavík eða miðsvæðis og Austurlandi eða Ísafirði. Það þarf að færa það heim í hérað til þess að það náist svo samhæfingu þjónustu sem verið er að kalla eftir og ég spyr, er það inn í myndinni að færa heilsugæsluna til sveitarfélagana með þá verkefnaflutningi ríkisins til þess að ýta frekari stoðum undir það sem að ráðherra sagði hér upp. Við Ragnar Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, mér langar að þakka ráðherranum fyrir að koma hingað. Mér langar að notast tækifæri og spyrja ráðherranum hvað sé að frétta af uppbyggingu á Landspítalanum á einni lóð. Sérstaklega ljósi þeirra breyttu aðstæðna sem núna blasa við þjóðinni. Hvort hann viti það hvernig það verkefni verður næstu misserinn. Þakka fyrir Pétur Blöndal. Og mér langar að spyrja ráðherrann nú talið að offita og hreyfingarleysi muni verða heilbrigðisvandamál framtíðarinnar og jafnvel skollið á. Inn í þessum frumvörpum gert ráðherra úrbótum á því sviði? Það var ekki fleiri, Þuríður Backman þú ætlar að fá að bæta eins við. Bæta við hérna sem þetta brennur á öllum heilbrigðisstofnunum í dag, bara miðað við þá rekstrarstöðu sem flestar þeir eru í og þó að því að hér var nefnd heilbrigðisstofnun Austurlands sem að í raun og veru er komið þá stöðu að það er farið að há starfseminni verulega og þá vil ég spyrja því hvort að, og þakka nú fyrir það sem loksins farið að skoða það módel sem að farið hefur verið eftir vegna þess að það er margbúið að benda á það að það stendst ekki. En hvað varðar þessar stofnanir all land sem eigi þessum miklum rekstrarerfiðleikum og sem að hafa þá vænst þess að fá leiðréttingu núna á fjáraukalögum að miðað við þá bara stöðu ríkissjóðs og þá stöðu sem að þjóðarbúið er í núna má búast við því að rekstrar eða starfsumhverfi þessara stofnanir, ef við tek sem dæmi þá aftur heilbrigðisstofnun Austurlands, verði sko þannig að það verði hugað að því að frekar að færa verkefni til stofnunarinnar og fjármagn með frekar en í dag að ef það ætti að fara eftir rekstrarstöðunni og þá er það stórfelldur niðurskurður að það kemur það er ekki tækt að spara, það myndi koma verulega niður á allri þjónustu og þar leiðandi lífsgæðum fólk sem að býra þessu svæði. Staðan er orðin það alvarleg hjá þessum stofnunum og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að bæði fyrir þá sem að standa fyrir þjónustunni og eins íbúa á þessum svæðum fá einhverju skilaboðum það að það eigi ekki að skera þjónustuna. Þakka fyrir því, nú ætlum ég bjóða ráðherra að bregðast við. Ég er ánægður að reynsluboltni hérna segir að við þurfum ekki að vera með háttvirta, það er stytta mál mitt nokkuð, en það er þegar maður er með sjónvarpsmyndavélarnar þá verður maður formulegri. En hvað sem því líður að, svo ég byrji nú á Þuríði Backman þingmanni að sko þá er ekki rétt að leggja málið þannig upp að þegar að menn eru að skoða rekstur viðkomandi stofnana að það þýði og nota alltaf hugtökin niðurskurður. Ef við skoðum bæði varðandi Landspítalann og heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu og þá hafa menn náð árangri í rekstrinum og aukið, og sérstaklega Landspítalanum, aukið þjónustuna. Og það er nú bara lífsins gangur að það er misjafnt hvernig við vinnum þetta og fólk er að læra hvert öðru og það er það sem menn er að gera. Það sem við séum legið fyrir og liggur alveg fyrir að það vantar upplýsingar
rekstur heilbrigðisstofnana almennt og á það örugglega víða við og pottit víða við á fleiri stöðum í ríkisrekstrinum. Þannig að það algjörlega ósanngjarnt og ekki rétt að leggja hlutina þannig upp að þegar menn séu að skoða hlutina varðandi hvernig þetta ná hagkvæmni rekstri að það þýði þjónustuskerðingu, bara alls ekki. Og það það sem að menn að reyna að gera núna með skipulegum hætti að það að skoða þessi mál sérstaklega til að sjá það hvernig við getum betur gert. Við erum alltaf í þessu verkefni og allir heilbrigðisráðherrar og öll stjórnvöld á hverjum tíma verði þau í verkefni að hafa bara ákveðna fjármuni til að úr að spila og þetta snýst það að við náum eins mikilli þjónustu því eins og mögulegt er. Svo einfalt það mál. Nú varðandi geðmálin og landsbyggðina þá hefur verið haft samband við forstöðumenn allra stofnana og vegna þessara mála sem betur hefur verið að leggja aukna áherslu á geðmálin á undanförnu misserum og það kemur okkur til góða núna. Svo sannarlega þetta ekki bara við þessi ástandin höfuðborgarsvæðið en hins vegar liggur það alveg fyrir að það er langmest álagið og þetta er langmest sem að reynir á höfuðborgarsvæðið. Það er allavega okkar reynsla með þær upplýsingar sem við fáum. Nú, ég veit ekki hvaðan þessar upplýsingar koma varðandi byggingar, rekstur og eingöngu einkarekstur, hvað sem að það er varðandi heilsugæslu og nýja heilsugæslustöðvar í skildi þingmanni rétt eða byggingu og rekstur. Það er ekkert verið tekin einar ákvarðanir slíkt. Það sem búið að gera þegar kemur að fasteignum heilbrigðisstofnana sem eru auðvitað gríðarlega miklar að þá færðum við það yfir til fasteigna ríkisins. Og þannig allt viðhald á heilbrigðisstofnunum er núna ekki lengur hjá heilbrigðisráðuneytinu heldur verið komið yfir og verið að færa það í fasteignir ríkisins sem sér fyrirtæki með sérhæfingu og þekkingu á því sviði og hef ég ekki orðið var við annað heldur mikla ánægju með að forstöðumenn ríkisstofnana og á heilbrigðissviði hvað þetta varðar. Síðan hins vegar erum við með nefnd sem að tekur núna fyrir ekki bara málefni nýs Landspítala heldur líka alla heilbrigðisstofnanir og hún að skoða þau máli í heildarsamhengi og bara til að svara spurningu þingmannsins Ágústs Ólafar Ágústssonar varðandi verkefnið og þá er núna ákveðni fjármunir til undirbúnings 800 milljónir í fjárlögum. Þetta er auðvitað stórt verkefni, það er algjörlega ljóst að við þurfum nýja byggingu. Það húsnæði sem er í staða núna er orðið úrelt og ég held að sé afskaplega mikilvægt að við höldum áfram uppbyggingu á því verkefni þrátt fyrir það að við séum að sjá þessa vindablása í efnahagslífinu. Þetta er stórt verkefni, tekur langan tíma og það má fara full rök fyrir því að halda áfram undirbúningin geti verið gott einmitt í þessu árferði. Og sérstaklega mikilvægt líka að skoða þetta í heildarsamhengi því að svo sannarlega þannig að undir heilbrigðisþjónustunni og starfseminni líka ýmsar eignir og lendur sem geta komið til góða þegar við förum út í svona stórt verkefni. Nú, þingmaður Valgerður Sverrisdóttir sagði bara svo því ég haldi haga, ég var ekki að segja það að það er ekki bætt upp það gengistap sem er til staðar, það má menn með ekki fara þessum fundi með þau skilaboð og það hefur verið komið til móts við greiðslur til ýmsa stofna í tengslum við fram til þessa eins og hægt með við lagaramman varðandi út af þeirri stöðu sem upp í gengismálum. Nú, rafræna sjúkraskráin er forgangsmál. Þess vegna var skrifað þetta lagafrumvarp. Það var ekki til lagafrumvarp eða ekki lög í landinu til þess að nýta rafræna sjúkraskrána og það til lítils að fara í fjárfestinguna ef ekki hægt að nýta það. Þess vegna þannig að ef við klárum ekki þessi lög þá getum við ekki nýtt þetta sem þessa kosti sem rafræn sjúkraskrá hefur upp á að bjóða. Og það að setja hóp á stað til þess að skoða varðandi innleiðinguna að það er annað dæmi þess að þetta er í forgangi, við erum ekki bara að tala, við erum líka að vinna því að koma þessu eins langt eins og mögulegt er, en auðvitað er þetta stórt mál, það tekur tíma en þetta er svo sannarlega forgangsmál. Nú, síðan er ágætið spurning hérna varðandi kostnaðargreininguna og þá verður að spyrja hvort allt verði innan DRG. DRG er ekki eina leiðin til að kostnaðargreina. Það er eitt tækið. DRG hefur til dæmis ekki reynst vel ekki verið hægt að koma því við í heilsugæslu svo dæmi sé tekið. Það er fyrst og fremst sem á við sjúkrahúsrekstur og ýmsan annan rekstur á því sviði. En hins vegar getur maður kostnaðargreint með ýmsum hætti en ef maður tala þessa skiptingu milli kaupenda og seljenda þá segir þessi sjálft
að það mjög mikið af þjónustunni sem öryggistjónusta sem en ekki í rauninni, má segja, ekki undir þeim lögmálum. Sérstaklega þetta við á smærri stöðum út á landi. Það á Hólmavík verður bara á þeim ágæta stað, það verður bara einn öflug heilsugæsla, það verður ekki, menn ekkert og það bara skiptir máli að byggja það upp svo bara eitt af fjölmörgu dæmi sem tekið. Þetta að stórum hluta heilbrigðisþjónustan landinu öryggistjónusta fyrir þá sem búa á stöðunum og fólk sem ferðast og svo framvegis og þannig lítum við á það. Hins vegar gott fyrir okkur til þess að meta það hvernig okkur gengur, það gott fyrir okkur að hafa upplýsingar það hver kostnaðin á hverjum stað. Það auðvitað bara mikilvægt fyrir okkur og fyrir löggjafana að hafa slíkar upplýsingar. Nú nefnd Guðjóns Magnússonar hefur einmitt verið að skoða sérstaklega heilbrigðisþjónustuna, heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu en henni var líka falið að skoða þessa svokölluðu Kragaspítala. Og þar hafa menn hitt, ég held að sé hátt í 200 manns sem að starfa í þessari þjónustu og fari yfir þetta, borið það saman með það sem að gerist annar staðar og ég lagt á það áherslu á þeim nefndum sem hafa verið að starfa, sem sett á laggirnar, að frekar að taka lengri tíma í vinnuna og til þess að upplýsingarna verði sem bestar og sem flesti geti komið sínum athugasemdum að, heldur en að halda sig við einhverja dagsetningar sem menn settu á ákveðnum tíma. Og þá raunin við alla þær hópa og sérstaklega stóru hópa sem við settum á laggirnar. Og það ekkert leyndamál að það mikið og það tengist því sem að þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir talaði að það mikið vilji heyrir maður hjá fólkinu sem starfa við þetta að auka sjálfstæði stofnanina og það líka mikill vilji hjá sveitarfélögunum að koma auknum mæli að þessari þjónustu og samhæfa þjónustu sem að tengist heilsugæslunni og heilbrigðisþjónustunni við það þjónustu sem að sveitarfélögum bjóða upp á. Og það í sjálfs allt saman mjög gott og æskilegt en við þurfum bara að hugsa hvernig besta leiðirnar í útfærslu á slíku. Markmiðið þetta að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað sjúklinga og eftir því unnið. Nú síðan spurði Pétur Blöndal að einu stærsta málinu sem einfaldlega þetta að kerfi okkar gengur ekki upp. Það gengur ekki upp hjá okkur sem þjóð frekar en öðrum þjóðum að vera að búa okkur til þær aðstæður, þær kynslóðir sem hér að vaxa úr grasi, að þær þjáist af því sem að við sjáum í nágrannalöndum og því miður við á rangri leið hér, þetta offylda og hreyfingarleysi og við ætlum síðan að taka á þessu seinna með heilbrigðisþjónustunni. Látum vera krónur og aura í þessu samhengi en vellíðan þessa fólks verður ekki mikil ef við höldum áfram með þeim hætti sem við höfum gert. Og bara til að setja þetta svona í samhengi hvernig þetta mál og hvað þetta mikilvægt og þá má segja að svo þjóð sem að hvað í erfiðastu stöðu hvað þetta varðar, Bandaríkjamenn, að þeir í þeirri stöðu að ef að spárna á fram að ganga þá í fyrsta skipti í sögu þeirra þjóðar þá mun svo kynslóð sem að vaksa núna mun ekki ná sama aldri og svo kynslóð sem á undan. Og þess vegna hefur við verið að vinna því núna að þessari heilsastefnu núna í rúmlega ár og höfum verið að bíða eftir því að kynna hana, okkur finnst ekki rétt að gera það kannski við þessa aðstæður sem nú eru, en það miðar að því að koma vitundavakningu hjá allri þjóðinni og nýta þá krafta sem í heilbrigðisþjónustunni, við erum með 1000 manna þar og skólum, leikskólum og þessum stofnunum og þetta verður við fjölskyldnar og foreldrarnir og forráðamenn að koma að slíku, vegna að þetta mál sem þingmaður Pétur Blöndal minntist á kannski eitt af stærstu verkefnum samtímis. Hvað fyrir ráðherra? Nú þá komið að því að við bara fulltrúar flokkana hafi þá loka orð og síðan gef ég að lokum ráðherra tækifæri til þess að segja sín loka orð og þá gef ég orðið til Þuríðar Backman. Já, ég tel að á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum að þá stöndum við á tímamótum og ég held að almenningur og fólki í landinu finni það á eigin skinni að það sem að skiptir máli núna að það að hafa svona grunnstoðir samfélagsins í lagi og það, númer 1, 2 og 3 auðvitað heilbrigðisþjónustan, félagsþjónustan að þessi trygga umgjörð sem að þarf að vera að hún sé í lagi og því legg ég vara við því að við séum að fara út úr því rekstrar umhverfi sem að við höfum búið við
Einkarekstur og einkarekstur, stór hluti okkar heilbrigðisþjónustu hefur verið í einkarekstri, það er hjá sjálfseignarstofnunum og sérfræðingum, en þegar við erum að vara við einkarekstri sem er í hagnaðarskyni, þá held ég að það eigi alveg sérstaklega við núna. Það er ekki tímapunktur að vera að fara inn á þær brautir og við skulum bara horfa á fyrirtækin í landinu, við skulum horfa á þessa fjárfestingarsjóð og annað í því umhverfi sem við erum. Fólk þarf á traustri og öruggri þjónustu að halda og ég held að við höfum þann grunn sem að við getum byggt á og eigum að byggja á og ég held að það sé það sem að skiptir máli í dag, að efla þá þjónustu sem við höfum, á þeim grunni sem við höfum og vera ekki að fara mikið út af því. Auðvitað þarf að fylgja því sem að bætir þjónustuna og ég fagna því að heyra þessa samþættingu á milli heilsugæslunnar eða hins opinbera nærþjónustu og félagsþjónustunar. Ég hef og minn flokkur alltaf talað fyrir því og að það sé sama úr hvaða vasa peningurinn kemur. Það sem skiptir máli er að nærþjónustan sé örugg og hún verður best efld með þessar samþættingu og samráði, þannig að það fáist mest út í því. Og það held ég sé svo áhersla sem að við eigum að vinna á, auk þess að efla fagþjónustuna út um alland. Takk fyrir Þuríður. Valgerður Sverrisdóttir. Já, takk fyrir. Ég vil nú lýsa ánægju með þau orð ráðherra að heilsugæslan sé mikilvæg sem fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Það finnst mér mjög mikilvægt að hafa heyrt ráðherrann segja og vona að það verði eitthvað sem staði verði við og verði ekki farið út í neina ævintýra mennsku með heilsugæsluna. En óneitanlega finnst mér samkvæmt frumvarpinu, fjárlagafrumvarpinu, að það séu svona vísbendingar í þá átt að sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn séu að fá dálítið vel út úr því. Nú síðan vildi ég gjarnan nefna að út af því sem við komum inn á áðan með hvort það sé hægt að kostnaðargreina allar stofnanir og hvort að þetta fyrirkomulag sem að sjúkratryggingar frumvarpið lögin ganga út á að þetta sé kaupanda seljanda kerfi sem að eiga að gilda að mér sýnist nú að það svona orki tvímælis hvort að það geti átt við í minnstu stofnunum því að auðvitað er það rétt sem hér kom fram að við erum að tala um öryggisþjónustu. Við erum að tala um það að halda upp í þjónustu á litlum stöðum víða og það er ekki, það er mér sagt að þá geti gilt svona kerfi þó að geti verið ágætt í stórum fylgjum í Svíþjóð og eftir að við fórum á þessa ferð til Svíþjóðar þá hef ég fengið upplýsingar um það að þar sé talað um að stjórnunarkostnaður hafi aukist með þessu fyrirkomulagi og það finnst mér vera áhyggjuefni ef við erum að eyða meiri fjármunum í yfirstjórnun heldur en nú er. Þannig að það er svona ennþá efasemdir uppi að þetta fyrirkomulag geti gagnast okkur Íslendingum nægilega vel þó að það geti örugglega, ég reikna alveg með að geti gerst hér í Reykjavík á Landspítala og hugsanlega á FSA. Valgerður. Já, takk fyrir, ég veit að ég búið með tíma. Takk fyrir. Ágúst Ólafur. Já, ég vil bara þakka ráðherranum aftur kærlega fyrir að koma inn og fagna þessu nýmæli í sögu þingsins og ég vil líka þakka þetta tækifæri forseta þingsins að stuðla þessu frumkvæði að hafa opinn nefndafund. Mér fannst þetta mjög áhugaverð yfirferð. Ég sé að við erum að fara að taka enn frekari jákvæð skref í heilbrigðismálum. Það er búið að gerast ýmislegt eins og allir við þetta borð vita, jákvætt í heilbrigðismálum síðan ný ríkisstjórn tók við. Það nægir að líta á lyfjamálin, sömuleiðis á stöð þeirra eldri borgara sem þurftu að dveljast á Landspítalanum. Það er búið að setja átaki í Bugli, það er búið að minnka biðlista, það er búið að efla heimahjúkrun. Þannig að það er bara sérstaklega ánægilegt að heilbrigðismál eru forgangsröð þessa ríkisstjórnar. Þetta er líka eitt svo mikilvægasti málaflokkur sem við erum að ræða í pólitíkinni. Þetta snýr lýðheilsu einstaklingarna. Þetta er sömulegis stærsti útgjaldaliður ríkisins og þá skiptir miklu máli að við höfum hér skynsamlegt kerfi sem gefur alls ekki neinn afslátt og öryggi að gæðum. Við getum alveg fullvissað að háttvirta þingmenn í stjórnarandstöðunni að við erum ekkert að fara að gera það. Við erum að fara að gera gott kerfið betra og það er markmið ráðherrans og stjórnarflokkana og það skín í gegn í okkar verkum. Það er spennandi þetta mál sjúkraskrána. Ég held að rafræn sjúkraskrá sé bókstaflega það
eitt af mikilvægast eða ekki að mikilvægasta sem við getum gert í heilbrigðiskerfinu. Ég býð líka mjög spenntur eftir frumvarpinu sjúkratrygginguna og greiðsluþátttökuna sem Pétur að leiða og kemur hérna í frumvarpsformi. Og að lokum vil ég taka undir eins og aðri þingmenn að þegar það steðjar svona erfiðleikar að þjóðinni eins og núna blasir við, þá aldrei eins mikilvægt og einmitt að standa vörðu velferðarþjónustuna. Og þar heilbrigðiskerfið lykilþáttur í velferð þegnanna. Guðjón Árnar. Já, ég þakka ráðherra fyrir segjum þér hér og skýringar og svör sem hann gefið, en það auðvitað þannig að við förum með mikla fjármuni í velferðar og heilbrigðisþjónustuna og á þeim tímum þegar sem við erum núna greinilega að stefna inn í með þrengingar og samdrátt í fjármálum, þá ber okkur auðvitað að leita allra leiða til þess að fara vel með fjármagn, en jafnframt að tryggja það að svo heilbrigðis- og velferðarþjónusta sem við höfum haldið upp í Íslandi og ég held að allir Íslendingar séu sammála að hafa verið góð og að við tryggjum hana áfram og höfum það sem forgang að tryggja að heilbrigðis- og velferðarþjónustan sé til staðar öflug og örugg áfram í okkar. Ég vil hér að lokum segja að það við þær aðstæður sem við búum við nú sem að kreppir að hjá okkur í þessu samfélagi, þá er gott til þess að hugsa að við höfum notað undanfarna ár mjög vel til þess að byggja upp þá heilbrigðisþjónustu sem við búum við í dag, sem við berum mikið traust til, og það eru upplýsingar sem hafa komið hér fram hjá ráðherra og að benda til þess að það er mikið gróska í heilbrigðisþjónustunni. Við höfum ákveðið fé til þess að spila úr og við erum að gera ákveðnar ráðstafanir til þess að nýta það fé enn betur heldur en hingað til, og í þeim tilgangi að gera góða heilbrigðisþjónustu enn þá betri. Það hafa komið hérna fram upplýsingar það að það er verið að leggja vinnu í það að koma á rafrænni sjúkraskrá sem hefur verið beðið eftir nokkuð lengi, og það er mikið verið litið til þess að rafræn sjúkraskrá muni auka samhæfingu í kerfinu og auka öryggi sjúklinga, og þegar uppi staðir leiða til sparnaðar, meðal annars vegna þess að samhæfing á upplýsingum þar sem að fyrir neitt aðili, meðferðaraðili hefur aðgangað, kemur í veg fyrir tvíverknað og þess vegna þríverknað ef ekki meira. Þannig að við sjáum fram á verulega sparnað þar. Mér finnst það líka mjög ánægilegt að heyra í uppáhaldsorðum ráðherra að það hafi verið undirritað samkomulag við milli heimahjúkrunar og heimaþjónustu hér í Reykjavík, að þetta er það skref sem hefur verið talað svo lengi sem að ég man í mínu faglega starfi og pólitíska að samhæfa heimaþjónustu og heimahjúkrun, og þannig að ég vil óska ráðherra til hamingju með þetta skref sem að skiptir verulegu máli og hefur sýnt sig annars staðar út á landi, Höfni, Hornafirði og Akureyri að sé rétt skref og til hagspóta fyrir almenning. Síðan þykir mér líka ánægilegt til þess að vita að svo yfirlýsing ráðherra sem kom hérna fram áðan að það verði haldið áfram undirbúningi á nýju sjúkrahúsi og höldum þá þeirri áætlunum eins og standa, þessar 800 milljónir sem að höfðu þá verið hugsaðar til undirbúnings að þær standa ennþá. Því að það er alveg ljóst að þrátt fyrir það að mikið gagnrýna þá mikið kostnað, að þá er þetta eitthvað sem þarf að gera, og þó við þurfum kannski til framtíðar eitthvað að aðlaga þessi plön til ástandi sem er hér í dag. En mér langar þá í lokin að gefa ráðherra tækifæri til þess að flytja sín lokaorð eða bregðast við því sem hefur hér farið fram. Já, takk fyrir þetta. Ég vil nú líka þakka fyrir þessa umræðu hér og samræðu í nefndinni. Ég hef nú átt gott samstarfi heilbrigðisnefndina fram til þessa og vonast til þess og sannfærum að það verði áfram, og ég er líka mjög ánægður að heyra áherslu nefndarmanna allra sem eru hér að ræða um heilbrigðismálin, vegna þess að það er öllum ljóst að þetta er eitthvað sem við þurfum ekki bara að standa vörðum, við þurfum að efla þetta og styrkja þetta enn frekar. Og þrátt fyrir að við höfum náð góðum árangri sem sannarlega gert á mjög mörgum sviðum, að þá leið og við stöðum og stoppum og teljum okkur hafa náð einhverju fullkomnun, að þá fyrir okkur að hnigna, og við þurfum alltaf að setja okkur það markmið að vera fremst. Og það eru í þessari erfiðri stöðu að þá eru fjölmörg sóknarfæri þegar kemur að heilbrigðismálum, og það er engin vafi í mínum huga að svo rannsóknarvinna og svo þróunarvinna sem við höfum unnið, þau gæði sem við höfum náð, og hér á ég við ýmsar stofnanir, að í þessu félags gríðarlega mikið tækifæri. Við erum með öflugar og góðari menntastofnanir og samvinna milli þessara aðila
lykillinn að því að við getum nýtt þau tækifæri sem að við íslensk þjóð hefur upp á að bjóða, því eins og við vitum að þá eru svo sannarlega mörg tækifæri framundan hjá okkur þrátt fyrir að akkurat á þessum degi það sé máli kannski, þá horfi málinn svolítið erfið við eins og við þekkjum. Og ég tel að við höfum verið nota núna undanfarið ár og auðvitað árin þar og undan vel til þess í rauninni að takast á við þau verkefni sem að framundan eru. Og ég mjög ánægður að heyra þennan samhug sem í nefndinni varðandi sameiningamálin. Og það búið að leggja gríðarlega mikla vinnu í það mál og nú erum við vonandi uppskera áramótin að þá verður þessi sameining að veruleika. Og það hefur auðvitað margt verið gert. Ágúst Ólafur minntist hér á lyfjamálin sem ég nú bara glemdi að fara yfir, en það var það frumvarp sem að við afgreiddum nefndinni í vor og var samþykkt í þinginu. Það hefur nú þegar skilað lækkun á lyfjakostnaði sem nemur 100 milljónum króna og við verið áætlað þetta til svona 400 milljónir króna bara frá því að þetta frumvarp kom fram, því leið og kom fram að þá lækkaði lyfjakostnað. Og það var kannski ekki mikið, það gekk mikið á daginn en þá kom til dæmis Actavis með fram og út af samþykkt frumvarpsins að þá lækkuðu þeir lyfjaverð sitt rúmlega 200 milljónir króna og þetta eitt af því sem að við erum hins vegar ekki hægt að vinna í og við ætlum að ná enn frekari árangur í lækkun lyfjaverðs á landinu og ég mun ekki hætta fyrir að við séum búin að ná verðunum á sambærilegan stað og við þau lönd sem við berum okkur sama við. En okkur hefur tekist að auka samkeppni og opna markaðinn og lækka verðið en það mikið framundan í því. Eitt af því og eins og Þuríður Backman þingmaður benti á að þá hefur verið góð heilbrigðisþjónusta í landinu, bæði einkarekstur og opinber rekstur, en við verðum hins vegar, og það eitt lagafrumvarp hérna, við þurfum að vera með skýrt og gott eftirlit. Og það alveg sama hvaða aðeila veita þjónustuna, það þurfa allir að vera undir eftirlits hlutverki og það eins skilvirkt og gott eins og mögulegt og þess vegna svo mikilvægt að þau lög eða frumvarp sem fer hér í gegn að þið vinnið það vel og ég veit að þið gerir það þegar það kemur til ykkar kasta. Nú alltaf eru rekstramál stórmál og því ekkert að leyna að þeir eru komið að rekstri opinberra stofnana þá hefur það ekki gengið vel á undanförnum áratug. Það ekki hægt að halda því fram og við höfum þurft að bæta upp rekstrartapstofnana í fjáraukanum upp á hvert einasta ár og ég tel að við séum vel undir það búið núna að takast á þeim málum með þessari vinnu sem við höfum lagt í tengslum við rekstramálum og við nú þegar ná árangur í bæði hvað var Landspítalann og Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og þetta mál sem að við komumst ekki hjá því að fara yfir ef við ætlum að ná þeim árangur sem við viljum ná og ég veit að það skilningur því. Rafræn sjúkraskrá heyri ég að menn mjög áhugasamir hér inni. Allir þingmenn og á það örugglega við bæði þingið og þjóðina og það gott að við séum komið þó þetta langt, við erum komið frumvarpið fyrir þingið og það væntanlega muni tala fyrir því núna á næstu dögum og kemur síðan til ykkar kasta. Það búið að vinna í því að skoða það hvernig best að koma þessi í framkvæmd, hvernig best að fjárfesta í þessu því að þarna auðvitað stórar upphæðir að ræða og skiptir mjög miklu máli að þessi var eins og vel eins og mögulegt Ég reyna að koma þessu við allstað þar sem ég get. Það eru margar leiðir í því. Hvað segirðu? Ráðherra er með orðið Valgerður Sverrisdóttir. Já, við þurftum náttúrulega að hafa frumvarp til þess að geta framkvæmt þetta og það nokkuð komið núna. Það ykkar að sjá til þess að klára það þannig að geta orðið lögum þannig að við getum nýtt rafræna sjúkraskrá og algjör forsenda því það til lítils að vera komið með tækjabúðan eða hann orðið komast ef að lögin heimileikja það sé notað og því miður það nú þannig að við höfum kannski mátt gera þetta aðeins betur fram til þessa en við skulum ekki dvelja við fortíðina, við erum öll sammála markmiðin og ég alveg sannfærður það að við verum saman í því að reyna að koma þessu alla leið og ég tek síðan undir með Ágústi Ólafi að það afskaplega ánægjulegt að sjá þó þann árangur sem orðið fram til þessa. Við erum að sjá það eitt af verkefni og sem var til staðar. Við kannski munið það þegar voru fréttir að því að það voru 170 manns að bíða á spítalum eftir því að komast í aðrar og sérstaklega eldra fólk í önnur úrræði að sú stað ekki lengur til staðar. Við erum að sjá það að algengustu aðgerðirnar, auksteina aðgerðirnar á landinu
að þar hefur við náð samningu sem gerir það verkum að við gerum þetta hagkvæmari hætti heldur þau lönd sem við erum að bera okkur saman við, sem er auðvitað mjög ánægilegt. Við erum að sjá þessa miklu áherslu á barna- og unglingageðmálin og við erum að sjá það núna og þið munið það í umræðum hér í utandagskrár barna- og unglingageðdeild, þá held ég í fyrsta skipti í sögu þingsins að þá voru allir sem að ræddu það með mjög jákvæðum hætti vegna þess að mikill árangur hefði náðst. Og ég get alveg sagt ykkur það að starfsfólki þar var afskaplega ánægt að heyra þennan tón því oft á tíðum hefur nú umræðan verið með öðrum hætti. Þannig að sem betur fer þá höfum við náð miklum árangri en verkefnin eru fjölmörg og ég bara hlakka til að vinna að þeim með ykkur og veit að það verður góð samstæða þessi mál á þessu þingi og í nánustu framtíð. Þá komið að lokum þessa fundar. Ég vil þakka ráðherra og ráðuneytisfólki fyrir komuna hingað og ég vil þakka jafnframt nefndarmönnum fyrir ágætan fund og ég tel að svona í lokin að þetta nýmæli hafi heppnast bara nokkuð vel hjá okkur og þetta sé þá eitthvað til þess að hlakka til framtíðar og ég slít fundi.